Suðurland FM í hádeginu á föstudegi, það er 8. ágúst og þetta er Phil Collins, Easy Lover. Þá ætlum við að setja okkur í samband við Rangárþing Ytra og þar er Ómar Dieriksson. Og er vitlaust að gera hjá kappanum og náði loksins í strákinn. Ómar, ertu alveg að draugna í vinnu? Nei, nú er ég bara góður. Jæja. Nú er ég góður, sko. Gaman að heyra þér. Og þakka fyrir að kalla mig strák. Það er yndislegt að heyra það. Erum við ekki strákar? Jú, við erum strákar. Hvað átti ég að segja? Og ég er búinn að ná í gamla kallinn. Gamla jáskinn, sko. Hvað er þetta af þínu svæði? Það er bara gott að vita. Nú er bara verið að undirbúa töðugjöldafullu sem verða næstu helgi. Já. Eða ekki sem núna helgina heldur eftir svo viku. Það er nú oft mikil stemning á töðugjöldum. Já, það er bara verið fínt. Þetta er náttúrulega svona lágstendarhátíð heldur nú var hérna í gamla daga, fannstu? Já, jú. Þeir var hérna út á gaddstæðaflutum og allt brjálað og þú veist, og einhverju pólitíkir sem kom í fallíf og læti, sko. Já. Varstu eftir því? Já. Já, það var þannig, ég veit allan að Drífa og Ísólu Gylfi og svona, þau fóru í fallíf einhvern tímann, sko. Já. Það var upplifun. Nákvæmlega. Það er kannski bara máli í dag að það er svo mikið frambúð af skemmtunum að þetta dreifir svona jafnt og þétt landið? Já, ég held, sko, væri allt í lagi þó að væri dreigið aðeins úr bara svona bæjarhátíðum, sko. Já, þið finnst það? Já, mér finnst alltaf að það verið kannski eitthvað svona meira lokal, sko, skilur við. Já. Mér finnst það allt í lagi. Mér finnst líka allt í lagi að það séu, skilur við. Já, akkurat. En þetta verður svona svolítið lokal í okkur. Við verðum enda með, það verður svona, kemur Víkingaþorp sem er mjög skemmtilegt. Já. Þeir koma þannig að hafnfirsku víkingarnir sem heita Rimmugígur, held ég heitið. Þeir koma að setja upp svona þorp með tjöldum og berjast og sína handverk og syngja eitthvað og eitthvað helling, sko. Já, frábært. Það er bara eins og við séum inn í gamla þorpinu, skilur mig. Já. Það verður, ég lakka til að sjá það. Verður ekki eitthvað tónlist þarna líka, eða? Jú. Svo verður þetta, Felix Bergsson verður hérna með svona barnaskemmtun. Já. Fríða Hansen ætlar að syngja fyrir okkur í hérna Æsuhelli morguninn. Já, í Guðsjónustu, það verður örgulega skemmtilegt. Frábær sönguna. Æðislega sönguna og þetta verður örgulega skemmtileg aðtum. Guðberg kemur til með að vera með svona hugvekju áður en að verður ganga svo þorpið, sko. Já. Og Fríða ætlar að syngja inn í hellinum, Æsuhelli. Já. Það verður mjög skemmtilegt. Já, þetta er náttúrulega Hættukastalar og Köldbakka og... Já. Og brekkusöngur og allt, sko. Allur pakkinn svona sem fylgir. Sem fylgir þessu. Og svo er náttúrulega skemmtilegt þetta sem er eins og á föstudagskvöldinu. Þá erum við að rölta á milli húsa inn í hverfunum. Bank upp á og svona? Bank upp á? Já, það er uppæðið þannig að það er svona eldur í garðinu. Þú ert með kerti eitthvað. Það vísar á það sé opið hús. Já. Og tekið á móti fólki bara á pallinum eða í garðinum. Það er svolítið skemmtilegt. Já, það er mjög skemmtilegt og það er, yfirleitt eru menn með einhverju súpur eða eitthvað svona matakinn sem bjóðu upp á, sko, eða drykki þar, eða eitthvað svona, taka á móti fólki og einhverju eru með tónlistaratriði og eitthvað svona. Glæsilegt. Þetta er virkilega skemmtilegt. Þetta finnst mér mjög skemmtilega, sko, persónulega. Nákvæmlega, og þetta er eftir viku? Þetta er eftir viku, það er nákvæmlega viku. Já. Það er svona undirbúningur, ég er einmitt í grænakverfinu sem er í undirbúningi. Þetta er 4 hverfi sem skiptast á að halda þetta. Já. Þetta græna hverfi sérum hérna Laugardaginn og síðan er gula hverfi sem að tekur á móti á kvöldin. Þannig að þú ert í skemmtinemnd? Ég er í skemmtinemnd núna. Já. Þetta er frábært. Þetta er svona frjáls skemmtinemnd og þeir sem að búi þessu hverfi eru svona kvartir til þess að mæta og sjá þetta. Þú er alltaf einhverju sem eru duglegri en aðrir, skilur því svo. Já. Það er bara þannig og það er alltaf yfirlegt. En ég verð að koma hérna, Ómar, Sveitasinnir. Sveitasinnir, já. Það er líka að gerast núna helgina. Stór hátíð helgina sumar á Selfossi og ég var með að Rúnar Þór í viðtali hérna í morgun. Já, þú náðu að spjalla með hann svolítið. Já, hann vildi nú ekkert segja mér eitt mikið. Nú? Jú, hann sagði mér alveg nóg. Jú, það er sem að vera að spila hann í Sigtún einmitt heima á honum, í garðinum fyrir utan heima á honum. Já, Sigtún 31, en ekki eins og stendur í dagskránni í Sigtúnsgarðinum. Nei, það er nefnilega rátt, sko. Já. En þetta er nefnilega hana, sko, Sigtúnsgarðurinn er náttúrulega hana bara í beinni línu. Þetta er eiginlega beinlína frá Sigtúnsgarðinum í Kaupmanninu og Hofninu. Já. Þetta er Sigtún 31. Það er líka eitt sem að
komið stundum að það er alltaf verið að tala sveitarsynni frá Hellu. Sko að 5 eru 3 frá Selfossi. Já, nákvæmlega. Og 1 að Eyrarbakka og bara 1 að Hellu, sko. Já. Þannig að þetta er umlega Árborgarband, sko. Já, ég myndi kalla þetta frekar Árborgarband, já. Já, Árborgarband, frekar Helluband, sko. Já, en það er bara þannig. Og, já, þið ætlaði að vera með skemmtilega stemningu hérna á morgun frá klukkan hvað, 4 eða? Já, það byrja klukkan 4 og þá komaðu hérna Unión, frábær tónlistfólk, allan að miklu uppáld hjá mér. Þeir eru með svona lágstemda, fallega, flotta tónlist með góðum textum á ensku. Já. Og hérna, þau byrja og síðan kemur Aragrúi. Skemmtilegir. Það er skemmtilegt band, þannig að það er stelpur og það er mjög skemmtilegt ungt band frá Selfossi. Og svo eru við, þannig að þetta, ég myndi halda að þetta verður svona 2 tíma dagskrá og eitthvað svona. Já, og þetta er bara fyrir, bara gesti og gangandi og það kostar ekkert inn og bara að gera að njóta lífsins. Það kostar ekkert út, þetta er út. Nei, þetta kostar ekkert út. Það kostar ekkert út. Mæta bara með sólstóluna og hafa gaman. Einmitt, mér langar að það komið svolítið fram. Fólk munið til að hafa með þessu stóla, þá sest það niður og hefur það bara notalegt. Já. Og ég hefur ekki annað en að verði rosa gott veður, sko. Það spáir mjög fínu veðri. Er það ekki? Ég held að það sé bara verið að spá einu besta veðrinu í sumar, sko, frá hvítasunnuhelginni. Já. Þannig að þetta, það á ekki neitt eftir að vera svikinn á þessu. Ég held ekki, ég held að þetta verði mjög skemmtilegt, sko. Já, nákvæmlega. Við erum líka hann að spila lög af diski sem við erum að gefa út í haust, sko. Það verður gaman að sjá viðtökur við því og svona. Já. Og það er í október, eða ekki? Er ekki rétt? Jú, við ætlum að reyna að vera tilbúin með diskinn í október. Já. Nákvæmlega. Og ég ætla bara að enda þetta. Ég ætla að lefa að halda árum að vinna eða fóður að borða til dæmis. Já, nú ætlum ég að fara að gera það. Já. Ég ætla að enda þetta hérna á nýjasta laginu frá okkur þegar færist yfir aldur. Já, þar sem að þú talar að þú vilt ekkert salat eða grænmeti. Það er óþarfi. Ómar, takk fyrir spjallu og góða skemmtun um helgina. Takk fyrir. Og það er gaman að sjá þig líka bara hana. Já, ég mæti á svæðið. Ok. Takk fyrir. Já, takk. Bye.